átt þú með 7? 7, 8, ég veit það ekki. Þú ert heldur betur en lökkubóttinn. Herru, við vorum eitthvað á rúndir daginn, Já. reyna að hvort við fyndum eitthvað spennandi Já. og rákumst á þennan mikla snilling. Magnús, formaður flugmódelsfélags Suðurnesja, tók vel á móti okkur þó við kæmum óvænt. Við erum með svaka flott svæði þarna í Seltjörn. Alveg rosalega. Svakalega flott, og hann var að tala um að það væru 30-40 manns þarna stundum á þriðjudögum Já. og hérna bara ótrúlegt að sjá hvað er mikið starf í gangi. Og fullt bílastæði. Flottar vélar, maður. Þetta var alveg truflað. Já. Ég var svo hissa að sjá alla þessa starfsemi. Já, gaman líka sko, hann var svona dellukall sko. Já. Alveg típiskur svona tækja áður. Og þetta og hitt og Það var allt. þetta nú að svíkja það sem ég lofa hann. Ég sagði ég get ekki segja konunars það. Nei. Hann er vist með eiga 200 flugvél og hann á einhverja 40. Konan hans ekkert að Ég horfa. hélt ég myndi ekki finna meiri dellukall en mig, en Nei. þarna var hann bara í holdi settur. Heldur betur. Hérna erum við konur á, Já, við erum ykkur starf hérna. hérna, Já, já við ræðum það seinna. Kópaskeri bara. Já, Kópaskeri, en allavega skoðum þetta flugsvæði. Já, en það var líka eitt sem var mjög skemmtilegt með það. Já. Að þeir eru með svo virt samfélag, flugmódelmenn á Íslandi. Já, flugmódel, já, rosalegt. Þeir eru, við sjáum það nú aðeins í klippinu, fréttavefur.net eða eitthvað. Fréttavefur.net, já, það var fréttavefur.net. Já. Þarna eru sko 100 manna sem allir eiga 10-15 GoPro-vélar, 3-4 dróna og 10 Endalaust af pósturefni og- fjarstýra flugvélar og ég er búinn að panta mér eina á Ali. Já, þú átt nóg sko. Ekki Ef að vinda okkur í þetta, Já, sjá þetta, flugvélar. gerum það. Sæll verstu. Já, sæll. Hver er þú og hvað ert að gera hér? Já, ég heiti Magnús Kristinsson og er formaður Flugmódelfélags Suðurnesja. Já, Hérna sem við erum með aðstöðu hérna svokölluðum Arnarvelli. Völlurinn heitir Arnarvöllur ok. og hérna, þetta er aðstæðan okkar hérna og sem var sem sagt byggð hérna 2006 og svo erum við alltaf náttúrulega að auka við ár hvert að gera eitthvað undir í sko. Þyrfa á eitthvað svona lagabrautirnar og svona alls konar pælingar og hérna erum menn að fljúga allt árið Já, og hérna, líka það er snjór. já, það er líka skíð á vélunum og ef það stærri dekk eða eitthvað bara whatever sko. Svo hérna fréttavefur.net er sem sagt miðillinn þetta fyrir allt landið, flugmódelfélag, fréttavefur flugmódelmanna á Íslandi. Já. Og það eru nokkrir klúbbar, það er til dæmis einn á Akureyri, flugmódelfélag Akureyrar, einn á Vestfjörðum, þetta er Mótorsmiðja Vestfjarða. Síðan er það stóri klúbburinn í bænum sem heitir Þytur, flugmódelfélag Þytur, og svo þetta flugmódelfélag Suðurnesja hérna. Og við erum með innan flugmódelfélag Suðurnesja eru bíladeild. Já, líka. Já, þannig við erum með braut hérna, bílabraut hérna líka. Hvað telur þetta marga félaga? Ég held að þetta sé svona nálægt svona milli 40 og 50, sirka sko. Svo bara menn missi virkir. Já, Svo er menn að koma bara svona búnir hérna í þetta já. og hérna bara í öllum. Ég er að fljúga hérna jafnvel í 15 metrum sko. Það er svoleiðis. Svona rugl kannski en svona challenge. Og hérna maður er alltaf með líka stabilæsi búin á vélunum og svona en það þarf að fljúga þessu, það fljúga sig ekki sjálfar. Nei, það þarf að vera með alla græjur. Já, þannig að það þarf að æfa sig og vera klár í allt hérna, alla hliðavitt og svona og svo sviftingar sem koma, svo sást á hvað þetta er létt vél Já. og svona vél sem að færa á sig 15 metra sko í sviftingu, það er ekki alveg Bara fleygt sér tilbaka. bara keyri gegn á poweri sko. Þannig að það þarf að æfa þetta allt og þetta er alltaf rosalega gaman því meira rugl því skemmtilega. Já, það er bara, Það er bara þannig. það er eðli tækja tækja óður. og allt þetta dót. Hvað segirðu, hvernig vél er þetta? Þetta er F-16 hérna, Thunderbird skím. Já, Þetta er hérna, þetta er 70 mm fan í henni. já, Það er alveg, við erum með svona 6, við erum alveg niður í sko 30, jafnvel tvinn. 70 svona kannski frekar lítið, svona meðalvélarnar er svona 90 mm fan, það er stærri. já. Þetta er svona Og hérna, hvað getur þú flogið henni langt? Hvað, bara alveg það sem að, gangur til sé hann ekki. þá getur þú séð hann ekki? Já. Og nægir alveg fjárstýringin Já, og já. hvað er það, Hún er kílómetrar? svona sagt sko 1,6
kílómetrar sko, radíus, þú ert náttúrulega að sjá hana. Já. Þannig að það er bara, En hún er hálf batteríslaus, ætlar að lefa okkur að sjá hana keyra bara. það keyrir hana bara hérna á, Já. keyrir hana bara hérna á, ég ætla að fara að labba bara með hana á Málbyggjar svo ekki að skrölda. Svo bara hérna. Svo er svona stabilisera búnaður í henni. Það er svona gíró. Þannig hún, Laga sig. þannig að svona lítil vél skilur í svona miklu vindi, þá leiðréttir hún sig aðeins. Já. Þessi er helviti flott. Ekki? Jó. Svo ætla ég alltaf hvernig ég geti blastað henni aðeins þó hún sé orðin svona lítið á batteri, sko. En við ætlum að heyra soundið í þessu. Þetta er alveg. Og svo hérna tekum við dekkin hérna inn. Já, og stýri því líka. Yfir því hérna. Rosa mekanismi í þessu. Já. Þessi er svona lítið. Þetta er svona, það er til flott, það eru náttúrulega miklu skalalegri, þá er það miklu raunverulegri, Já. til flottari vélar sko. Ekki með GoPro-vél á þessari? Nei, ég er ekki með, ekki GoPro. Það var þungt eða? Já, það er spurning hvar hún á að vera sko. Já. Það er til svona litlar, svona til að límir á vænginn. Já. Þetta er Runcam og hérna, það er sem sagt hérna, menn eru að setja það á svona minni vélar en GoPro er alveg, þú tekur svolítið á sig. Já. Já, Þetta er allt það er hugsað svolítið dragg með vélina sko. Já. Þetta er bara svo flapsi sko, þú veist, það er bara loftbremsa. Já. Þannig að þetta er, Hvað segirðu, hvað ertu búin að eiga marga vélar? Hvað áttu marga vélar núna? ég á eitthvað svona, má segja það? Nei. Konaðin er ekki að fara að horfa á þetta. Já, ég er með alveg slatta vélur sko. Já. Búin að eiga... 20, 30, 40 vélar. Já, svona. Ég er búin að eiga yfir 200 vélar sko. Já. Í öllum stærðum og gerðum. Hvernig byrjaði í þessu? Við byrjaði bara fyrst volli heima sko. Já. Bara í Árbænum, Reykjavík. Og hérna, keypti fyrir fyrstu vél bara 70 eitthvað, það voru 70 eitthvað. Lítið glóðraus svona, köstuð í lofti sko, en það var svona Cessna 2010 samt. En þetta var mjög dýrst og svona þá sko líka. Já. Og hérna, svo byrjaði ég hérna, því ég flutti hérna suðureitir. Við vorum með völl hérna út við þar sem úrbúðin er núna við Keflavík. Já. Og hérna, 92 byrjaði ég aftur þá, byrjaði svona. Hvað eru þið margir hérna? Það eru 40 eitthvað með bílakollanum. Já. 40-50. Allir hérna sunnan eða? Nei, Stara. Stara. Já. Bænum líka helling. Og menn sem eiga svona mikið af vélum. Já, hérna er alveg fullt af liðið sem á fullt af vélum. Og svo bílagallarnir náttúrulega hérna, þeir eru fullt af bílum. Við þurfum að koma hérna þegar það er svona... Já, þegar er svona... Hittingur einhver. Já. Hvað... Það er á þriðjudögum yfirleitt á sumrin. Hvað eru margir þá svona? Þá er bara svona ágætis mæting sko, þá er hérna bílastæði fullt yfirleitt og ef það er gott veður, náttúrulega, það fer eftir veðri líka. Já, það getur. Svo erum við að fljúga hérna á vatninu og flótum. Á flótum? Á flótum, já, flót. Hvað þýðir það? Bara vélinn er á vatni. Já, bara flótholt og sjóvélar og... Og lendið á vatninu? Já. Eru sýningar ellendis til dæmis? Já. Þið eru að fara á svoleiðis? Já. Við erum alveg farið og við erum með þotuflugkomu líka eins og það var í Flórida, það heiti Florida Jets, það er nú eitthvað, minna að Dónu þarna sem hélt utan að það sko í eitthvað 10 ára. Já. Og þá erum við bara með stórar, allt þotu brennara sko. Já. Og turboproppa sem eru það bara þotu. Bara alvöru? Já, og svo er náttúrulega þyrlu líka sem eru með turbo, hérna skaft, það er tölvöld dýrari. Og eru svona stórar Boeing bara farþegar? Já. Boeing er svona ekkert eitthvað svona... Já, nei, ég segi... Það er nú eins og orðstöður sem er náttúrulega, sem eru sko... Það er svona adrenalínið. Já, að vera eitthvað að fljúga hratt og vera svona þotu, eitthvað bla. Ég finnst ekkert gaman að farþegavél hérna eitthvað... Nei, eitthvað koma eitthvað inn í eitthvað 02 aðflug hérna, veist eitthvað, já, lotið nú geisla. Viltu lega okkur að sjá?
og flýgur. Já, ég að fljúga. Já, er það ekki? En það er ekki sem sagt einhver sem situr og er að stjórna hérna, Nei, þú nei. mátt fara á loft og Nei, það er ekki hérna. Sonur minn er á flugumstjóri, hann er oft búist til að koma og stjórna umferðina. Já, En það við verið að krassa Já, við krossum líka, sko. og á hvern annan eða? Já, en það er ekki aldrei, sko. En við höfum náttúrulega eins og svona vindi og svona, og kannski gerir hreyfingu eitthvað eða mistast eitthvað, það fer kannski vel inn. Og eins og svona þota, ef hún hægir á sér í beygjunum, Já, þá er hún svona high-speed stall, þá er hún sko, kemur og hægir á að beygja og þá missur hún hraðan og þá bara dettur hún niður. já, Og þá er svo erfitt að rífa hann einhvern veginn upp út að skita rétt fyrir á hæðina eða eitthvað, sko. Hvað á að bara gera. farin bara. Já, það er bara dottinn í jörðina, sko. Ég var að lesa eitthvað, ég var að googla hérna í morgun. Ég var að lesa í Ameríku, í Ohio, 1896 voru 2 bílar í fylkinu Já, og þeir lentu í árekstri. já, Þannig að það hlýtur að vera hérna Já, hægt að fljúga hvern annan. Já, við erum oft svona stundum tæpir og stundum tökum við samflug svona saman og svo kannski eitthvað svona aðeins flýgur kannski utan í, við erum að lenti að fljúga svona kanóbíu af, sko. Já. Og reynið að leita þessu hérna ef Já, dettur eitthvað af? það er mjög erfitt að finna þetta, sko. Maður þarf alveg að, eins og sérstaklega maður með GoPro, náttúrulega þá fer maður bara GoPro og sér sko hvað er þetta. Já, reyndar. Ef við til hvað eru 3 að fljúga núna, þá værum við náttúrulega að fljúga kannski umferðarhring. Já, Þú veist, það er bara sama hringinn hérna. Sem sagðir áðan. Já, eins og núna er á móti vindur, þá er þessi braut hérna, þið sjáu pokann. Já, Þá er það þessi braut hérna upp, beint á móti sólinni. já. Þá myndum við kannski fljúga eitthvað hring hér. Þú veist, en auðvitað geta menn í hringnum flogið á hvern annan, sko. Þannig að, en það er svona, það veit að menn farið svona automatist í þá þennan hring, sko. Já. En svo er menn að djöflast líka að gera alls konar. Ef við hittum okkur annað, þá er það flott vídeo. Náðu þið einhverju svona kappi í þessu? Já, svo erum við náttúrulega að Er einhver að svona... fljúga svona reis, Já, líka það svona er milli reis. flagga, já. Ok. Og svo í sviflugunni líka, þá erum við svona eins og á hæðunum, Já. þá er svona reis á milli. Já, Það er heimsmeistarakeppni þegar menn eru hérna, farið heimsmeistarakeppni frá okkur, eða sérst, Já, er það? klúbunum hérna, já. Hefur þú farið í svoleiðis? Já, ég er bara farið sem áhorfandi eða svoleiðis, til Danmerkur. Og hvernig er það þá gerst? Eru einhver flögg og þeir eru Já, það er tími svona á milli, Já. svona áttur á milli, sem sagt. Og máttu þá modda þetta upp eins og þú vilt eða? Já, það er ákveðna reglur náttúrulega, ég held að sé svona 3 metra vænga og þetta er svona flotta spýti González Vela, sko. Já. Það er ná alveg 200 Örugglega gaman km að sjá hraða, það. sko. Já, 200. Kílómetra hraða. Já, ok. Jafnvel yfir það, sko. Það er rosalega að sjá það, sko. Já, þetta var gaman að hitta hann Þetta var rosalega flott maður. Og- Ég er húgt. Já, ég var smá hræddur að myndi krassa á drónanum minn, en það slapp til. En þeir eru með fullt af vídeum, hann inn á fréttaveita. Nei, nett. Og það er rosalega virt samfélag, þeir greinilega að blogga allt sem gerist. Já. Þannig að hann lofaði því að við myndum dett inn á þennan frétta... Sem við gerðum, það tók nú ekki langan tíma. Nei, nákvæmlega, og hann er greinilega mjög virkur þessi formaður og er með allt í gangi. Og ég var bara ánægð með þetta, en eina sem við glimtum, það er að við erum auðvitað með þessa reglu að við erum að fá að prófa. Já, ég er samt mjög í ljósi þess... Ég hefði viljað fá að prófa. Já, samt í ljósi þess sem að gerðist hérna áðan, þá er ég mjög fegin að það gerðist ekki. Já, en ég er alveg að fara að leysa það. En
sko, á þriðjudögum eru þeir hérna, þegar það er gott veður. Þeir lenda á vatninu, þeir lenda á snjó, þeir eru með báta. Þannig að við erum að fara að kíkja aftur á þriðjudögum. Já, en við ættum kannski að prófa þetta. Við ættum kannski að sjá til með það, en við ættum kannski að skjóta þessi í lofti nokkrum myndböndum sem við fengum að stela frá þarna fréttaveitunni þeirra. Þáttinn á nokkur vídeóum hérna. Já, leyfum aðeins að sjá það. Þá sjáum við til dæmis hérna smá krass. Já, nákvæmlega. Þetta er cool. Það er hluti af því. Þangað til næst. Takk fyrir þetta. Nei, hann er alveg í bauk. Það er ekki að pæla í þessari meira. Batteri hérna. Getum ekki flogið. Af hverju ekki? Horfðu á kálinguna. Og kanopíuna. What the fuck is that? Bara, vanda mér að lofa. Gerðu þetta aftur.